Jæja, Venni, 1-1 jafntefli gegn Vestra, staðreynd. Svona, hvernig gerir upp leikinn? Ég held að það var alveg sanngjarnt að við náðum að jafna þó að það komið mjög seint. En þetta var svona bara nánast allan tíman og sérstaklega í seinni. Það var bara að liggja þeir í vörn og við erum að reyna að brjóta það sem var bara mjög erfitt. Virkilega vel skipulagt lið Vestra sem að reynda að stoppa í götin og náðu að gera það vel að þeir fá 1 stig fyrir. Svona, hvernig meturðu sóknarleikinn? Þú veist, skoraðu þetta bara 1 mark í lokin en fenguð þó alveg svona eitthvað að færum? Svona, hvernig meturðu þetta? Já, það þróaðist í raun og veru eins og svona típiskur leikur, sko. Fyrsta markið, við náðum ekki að finna markið í fyrirleik, fáum alveg 2 mjög góð færi hérna fyrir hálfleik. Og svo bara vissum að þeir myndu fara inn í klefa í hálfleik að berjast við að loka og vitandi það við sem að fara að koma til að reyna að breyka okkur. Þannig að seinni hálfleikur þróaðist mjög vel fyrir okkur að því leytinu til að við fengum ekki á okkur neinar alvöru skyndisóknir og eiginlega bara ekkert færi og náðum að brjóta á það, því miður bara einu sinni en ekki nóg til að vinna leikinn. Þið voruð auðvitað á fljúgandi siglingu fyrir leikinn, náðu svo sem í stig í dag en svona, ertu svekktur með að hafa ekki náð að vinna leikinn samt? Já, ég er auðvitað svekktur að ná ekki að vinna leikinn því að sko, mér fannst við alveg gera nóg, við búum alveg til og við urmul á skotum og allavega 3-4 mjög góð færi til að skora mörk. En þú veist, ég get ekkert kvartað yfir strákunum því að það var unnið samkvæmt bara leikplani og við spiluðum mjög vel, við erum örugglega svona 70-80% með boltann og erum alltaf að reyna að hamra járnið en svo bara svona dagar þar sem að við náðum ekki að skora fleiri en andstæðingurinn og ég get ekki vælt yfir því endalaust. Sigurður Egill fyrir snemma út af virtist svona haldið þetta hnéð, þetta leit ekkert vel út. Svona, hvað geturðu sagt okkur núna stöðuna hans? Já, núna bara leikurinn var að klárast þannig að ég er svo sem ekki með greiningu á hann en já, ég er nú pínlítið hræddur þetta geti verið einhverja vikur því að þetta geti verið liðbandi hné. Þannig að þú ekkert heyrt frá sjúkraþjálfaranum eitthvað update á honum? Ekki nákvæmt, en grunar að sé það. Okay. Nú 11 leiki búnir og þið eru í toppnum, bara svona hvernig meturðu svona þessa fyrri umferð hjá ykkur? Ég get ekki kvarta að enda fyrri umferðin á toppnum. Það eru svona nokkrir leikir sem við vilja gera betur í, en svona í heildina finnst mér hef ég ekkert að kvarti við varandi framistöðu og svona að menn sé ekki að vinna vinnuna sína. Þeir eru ógeðslega duglegir í dag og alla leiki. Þannig að fyrri umferðin er bara fín en þetta er ekki nóg. Við þurfum að gera enn betur til að ná markmiðum okkar. Takk fyrir.